Jæja, gott fólk, þá var það samantekt dagsins. Við fórum frá Santiago í morgun, frekar seint af stað eins og ég segi í myndbandinu eftir, 8:30 og gengum til Negreira og þetta voru í kringum 23, eitthvað svoleiðis held ég, kílómetrar. Helgi pínu sár í öðrum fætinum og svona og það er bara eins og gengur og gerist þegar maður byrjar að labba svona og ekki síst í svona miklum hita, þá gerist ýmislegt. Eins og ég hef áður sagt, þetta er ekkert eins og þegar maður er heima að ganga á fjöll eða eitthvað, þetta er bara sannarlega öðruvísi. Ganga 20+ kílómetra hverjum degi, það er fljótt að skipta máli. En mér fannst þetta gríðarlega falleg og skemmtileg gönguleið í dag, Helgi, ertu ekki sammála? Jú, það var mjög fín. Já, og sem betur fer var nú framan af svona skýjað, af því að það var mjög hlýtt og gengum talsvert svona í skógi, svona inn á milli minnstakosti og þegar sólin fór að skína þá líka skipti það máli að hún skildi okkur svona, því að þegar við komum hérna í bæina þá var hittastigið orðið 28 gráður og sólin hæst á lofti og það er bara dálítið snúið að ganga í svoleiðis með bakpoka, það tekur alveg í og þetta var sko alls ekki auðvelt. Lengsta brekkan sem að við fórum, hún var 2 kílómetrar og 10% halli, það var ekki gefins, ég get alveg lofað því, það var ekki þannig. En engu að síður, þetta dásamlega skemmtilegu göngudagur. Við stoppum og ég tók mynd af þessu fyrsta skilti sem að segir að þessi 89,586 kílómetrar frá þeim upphafspunkti sem að Finisterre-leiðin byrjar og út á enda. Og mynd af Santiago í svona mistrinni í morgun, við vorum ekki alveg vissum hvort það færi að rigna eða ekki, en þetta var svona mistur, var aldrei reitt meira. En svo sjáum við ýmislegt, ég sjáum kallið menn á brúnni og síðan sjáum við Rauðahverfið, litlar pöttur og eitthvað svona, þetta var bara, það var alls konar sem er fyrir augu bar í dag, þó að hittin væri þannig að manni langaði stundum til þess að draga bara fyrir. En það er ýmist þannig að skinn eða skúrir og maður vil einhvern veginn alltaf hafa þetta svona meðalveg en hann er ekki alltaf í boði. En við ætlum að halda ótröð áfram á morgun og það er langur dagur þannig að við leggjum nú fyrir að staði fyrramáli. En þangað til næst. Jæja, þá erum við hjónin lögð af stað, áttina til Finisterre og vorum ekki nema 20 mínútur að komast á slóðina. Þurftum bara að spyrja einu sinni til vegar, sem var nú gott. Því götur eru ekki allstaðar vel merktar hér, minnst í útjaðri Santiago. En við ætlum að ganga 22,5 km í dag eitthvað svoleiðis til Negreira og gistum þar í íbúð. Það verður eitthvað næs. Við þvegið okkur og haft það hugulegt. Þessi er bara ágættur sko, gengur vel. Við ætlum að taka þið bara rólega, klukkan var 8:30 þegar við lögum af stað. Fáum íbúðin ekki afhenta fyrir en 4 svo það var engin þörf að asa. Jafnvel þó við göngum inn í kannski dálítinn hita, þá bara bragðum við okkur mörinn. En þangað til næst. Dálítið ólíkt síðasta spottana sem við vorum að fara. Það að segja, ég held að séum búin að sjá 2 konur sem voru undan okkur en núna eftir okkur. Og svo voru þarna nokkrir sem að greinlega voru að byrja líka. En hér eru við bara alein í skóginum. Þvílík dýrð. Jæja, áfram höldum við göngunni. Ég veit ekkert hvar við erum, það er að segja í hvaða. Þetta er nú einhvers konar allavega þorp held ég. Kannski ekki komist að því. En svona meira mistur heldur en að
spáin gaf til kynna, en ég vona svo sannarlega að það sé bara það sé ekki rigning. En áfram gakk. Mikið á ólíkum byggingum hérna. En augljóslega meiri velmegun heldur en víða það sem ég hef gengið. Þessa gamlu brýr. Þetta er svona eins og í ævintýri. Ótrúlega fallegt. Ég held að þessi á heiti Rio Tambre, eitthvað svo les að ég kenni nú að segja það á spænsku. Þetta er svo fallegt umhverfi, almáttuga menn. Það er eiginlega ekki hægt að lýsa þessu með orðum. Hvað þetta er dásamlegt. Þetta er gaman. Þegar svona mikið er lagt í einhvern veginn innviðina og þessar leiðir sem maður er að ganga. Eins og ég sagði, þetta er svona eins og einhver kastalið eða eitthvað slíkt. Ótrúlega fallegt. Hér er svona garður. Þöggulegt. Sem fólk, krakkar er að leika sér. Yndislegt. Hér er í gangi allsherjar þrif á sjúkrabílnum. Það er ekkert gefið eftir í því. Bekkir og borð og alla græðurnar grunna.